En Guðlaugur Þórðarson heilbrigðisráðherra tilkynnti tillögur mikinn niðurskurð í heilbrigðiskerfinu rétt fyrir helgi sem hafa mælst fremur illa fyrir hjá mörgum. Breytingar á Sankti Jósefsspítala í Hafnarfirði hafa verið harðlega gagnrýndar og fullyrt að þar séu dulbúna einkavæðingu að ræða. Þá hafa heilbrigðisstarfsmenn kvartað undan því að lítið samráð hafi verið við þá haft og Guðlaugur Þór er sestur hjá Sigmari. Velkomin Guðlaugur. Takk. Við skulum kannski, það er nú búið að tíunda svo sem mikið af þessum breytingum í hverju þær felast. Það er verið að sameina heilbrigðisstofnanir, fækka þeim verulega og sameina þeim og það eiga að vera þessir kjarnar í landshlutunum. Hvernig getur þú fullyrt þegar svona mikið niðurskurð er að ræða að það bitni ekki á þjónustu notendana? Það sem við erum að leggja upp með, og það er þegar við erum komin í þessa stöðu, Íslendingar sem við erum komin í núna, að það liggur alveg fyrir að það voru mikið tekjufall í ríkinu og það kemur fram í fjárlögum núna og það mun líka koma fram í fjárlögum á næstu árum. Og þegar það kemur að þessum stóru þáttum eins og heilbrigðismálum að þá eru nokkur hluti sem við getum gert. Við getum í fyrsta lagi verið með stór aukna gjaldtöku. Í öðru lagi þá getum við tekið virkilega niður þjónustuna og síðan getum við í þriðja lagi tekið á rekstrarþáttunum og breytt skipulaginu og í fjórða lagi tekið á kostnaðinum og við erum að taka á þessum liðum númer 3 og 4 til þess að reyna að koma í veg fyrir gjaldskráhækkanir eins mikið eins og hægt er og koma í veg fyrir þjónustu skerðingu. Það sem við gerum hérna er þetta, að landinu skipti nokkur heilbrigðisumdæmi og það var gert í kjölfar laga sem voru samþykkt mótatkvæðalaust árið 2007. Stór hluti af þessum, eða nokkur hluti þessar heilbrigðisumdæmi er nú þegar búið að sameina stofnanir í eina, til dæmis á Austurlandi, stærstum hluta Suðurlandi og Reykjanesi. Það er eins og að lítið verið gert á Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi. Þannig að við erum að reyna að ganga í það verk að klára það að sameina þessar stofnanir til þess að vernda þjónustuna alveg sama hvar hún er. Því að rauninni erum við að taka stjórnunarlagið út og gera það til þess að vernda störf heilbrigðis starfsfólks og þar lendi þjónustuna. Já, en þegar við erum að tala um þessar tölur, er það samt ekki óhjákvæmilegt að fólk sem að býr í byggðarlögum út á landi og eru langt frá þessum kjörnum þar sem að heilbrigðisstofnanirnar eiga að vera staðsettar, að það verði fyrir þjónustu, skerðingu? Sko, þetta er misskilningur. Það er ekki það að ræða að þó svo út með höfuðstöður á einhverjum stað að það er að færa alla þjónustuna þangað. Nei. Alls ekki. Og þetta verður og á að ganga í báðar áttir. Og það sem þetta snýst að það er eins og mikilvægt að skipuleggja heilbrigðisþjónustuna á stærri svæðum og það til dæmis gefur möguleikann og aukinni sérhæfingu á hverjum stað fyrir sig. Og til dæmis sérfræðingur sem býr á einhverjum stað, þó hann sé ekki á höfuðstöðunum, að það gefur honum miklu meiri möguleika að sinna sínu starfi þegar er stærra svæð undir heldur en smærra. Geturðu fullyrt það hér og nú að engin læknir, engin heilbrigðisstarfsmaður, hjúkrunarfræðingar eða þess háttar út á landi og minnustöðunum missi vinnuna? Ég get ekkert fullyrt það bara yfir línuna. Það segir sér sjálft. En það er það sem þú ert að búa. Þú segir að ég bara taka á svona efra laginu en fólkið á gólfinu eigi að halda vinnunni. Markmið er að vernda þjónustuna. Markmið er að halda þessa góðu heilbrigðisþjónustu sem við erum með núna og viljum helst gera og viljum gera betur í. Og þess vegna leggjum við það á okkur að fara í þessar skipulagsbreytingar og eins og ég segi, taka á stjórnunarlaginu í staðið fyrir fólkinu á gólfinu. En í þessu er ekki hægt og ég get ekki fullyrt að það verði enga breytingar hjá neinum einstaklingi. Af hverju getur ekki fullyrt það, víst að þú ert svona afgerandi með það sé bara verið að taka á stjórnunarþættinu? Já, það einfaldlega er þannig hvort heldur sem við verðum í þessari stöðu ekki að þá eru breytingar hjá fólki í heilbrigðisþjónustunni upp á hvern einasta dag. Þetta er kerfi sem eru veltir rúmlega 100 milljónum króna og það segir sér sjálft að það er í sífelldri þróun og sem eru eðlimáls samkvæmt sífelldar breytingar. Ef það verður ekki, þá verður það staðna. Já, en þar með getur ekki fullyrt að það minnki ekki þjónusta? Eins og ég sagði, við erum með þessi 2 markmið. Það er að reyna að halda þjónustustiginu uppi eins mikið eins og hægt er og það gerum við þetta með því að reyna að halda út eins mörgum heilbrigðisstarfsmönnum meðal annars og sömuleiðis að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Það eru þau markmið sem við leggjum á stað með og þess vegna förum við þá leið. Hinn valkosturinn er að fara í flata niðurskurð. Það hefur við alveg getið gert. Og það segir sér, og það ekki bara núna heldur líka á næsta ári og það hefði óhjákvæmilega komið beint niður á þjónustinu og það þekki allir sem að slíkt hafa reynt. Já, er ekki það að ræða að einhverjir út á landi þurfa að fara lengri veg eftir þjónustu vegna þess að verði einhver breyting inn í þessu að einhver tiltekin svið þjónustu færist þannig að menn þurfa að fara lengri leiðir? Nú til dæmis verið að tala um að það sé hætta vegna þess að breyting á Sankti Jósefsspítala? Já, það sem gerist og búið að gerast í heilbrigðisþjónustuna almennt
að fólk þarf, þetta byggist upp á mismunandi svæðum og það hefur alltaf verið þannig og verður þannig alltaf að fólk sækir þjónustuna þar sem hún telur hún vera best og til dæmis þá sækja með þjónustu út á land líka þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu, þannig hefur það verið og verður áfram. En þið þá ekki þetta lengra aðgengi ákveðna þjónustu? Má ekki tala um það sem þjónustu skerðingu fyrir fólk? Já, markmið þetta að láta hlutina ganga í báðar áttir og eitt af þeim markmiðum sem við leggjum upp með að það að til dæmis að færa í auknum mæli sérfræðilækningar út á land og nýta þá aðstöðu sem til staðar. Nú þegar eru nær allir mest af slíkari sérfræðiþjónustu hér á höfuðborgarsvæðinu og við erum að leggja upp með það að reyna að færa það líka til hennar dreifðu byggða og það er auðveldara fyrir stærri og öflugri stofnanir sem geta haft meiri sveigjanleika að aðlaga þá þjónustuna fyrir fólki á svæðinu eftir því sem eru stærri og öflugri. En hvað með það því að núna hef ég verið að hafa sambandi fólk út á landi og það hefur allt sem ég hef rætt við sem að starfar í þessum geira, það hefur áhyggjur af því ákveðin þekking sem felst í návígi við íbúa á tilteknum svæðum að hún hverfi. Svona ákveðin hugmynd og vissa það hvernig eitthvað umhverfi virkar, að það hverfi þegar komna svona fáar stofnanir yfir þetta allt. Það er ekki reynslan af þeim sameiningum sem við erum í dag. Við sjáum á tveim stórum landsvæðum, Suðurlandi og Austurlandi, að þá er það alls ekki reynslan. Já, menn hafa til dæmis áhyggjur af þessu fyrir norðan. Já, þá hvet ég menn til að líta til þeirra sameiningar sem hafa átt sér stað nú þegar. Því eins og ég nefndi að þá er búið að sameina á þessum stóru landsvæðum og það er faglega hafa menn ekki kvartað undir þeirri sameiningu, alls ekki. Nei, en geturðu stillt þessu þannig upp að þið séu bara að taka á þessari yfirstjórn vegna þess að þið hafi líka verið að hækka gjöld, þið hafi verið það kostar orðið að fara inn á spítala, það er búið að boða það að þáttaka sjúklinga í lyfjakostnaði komið til með að aukast, það hefur verið að hækka gjöld líka. Það sem við erum að leggja upp með er það að gera það eins lítið eins og við mögulega getum. Já, en þeir eru samt að gera það? Já, það lá alveg fyrir og var samþykkt fyrir Alþingi fyrir áramót og enginn að þræta fyrir það. En hins vegar þá höfum við nefnir lyfjakostnaðinn að þá sem betur við höfum náð árangri þar að lækka lyfjakostnaðinn og hann hefur lækkað á síðasta ári eða frá því að við tókum við 1 milljarð króna á ársgrundvelli. Þannig og við stefnum á því að gera enn betur þar. En hins vegar ætla ég eðli máls samkvæmt ekki þræta fyrir það sem var samþykkt á Alþingi þarna fyrir jólin. Nei, nú kostar allt í einu peninga að leggjast inn á spítala. Það liggur alveg fyrir að þetta norræna módel sem við erum með, að það hefur falið í sig ákveðna kostnaðarþátttöku fyrir þá sem þurfa þjónustuna að halda. Við viljum hins vegar halda því ákveðnu í eins lágu eins og við getum og erum líka að vinna að hlutum sem snúa því að jafna frekar þá gjaldtöku undir nefnd sem undir forystu Péturs Blöndals og Ástu Ragnheiðar Jóhannesdóttur sem á að hafa það markmiði að dreifa þessu þá með öðrum hætti þannig að við sem þurfum endrum eins á því að halda borg og þá kannski eitthvað lítið meira meðan þeir sem þurfa mikið að halda borgi lægra. En svo nefnd átti nú að skila sér í október en hún er ekki búin að skila sér ennþá. Hins vegar þessi gjaldtaka sem við erum að ræða hérna þeir eru búið að opna á hann einu sinni eins og til dæmis inn á spítalana þá er orðið svo auðvelt að hækka öll gjöld. Er það ekki bara nákvæmlega það sem kemur til með að gerast núna í framhaldinu? Sko það skiptir afskaplega miklu máli að okkur takist vel með þessar skipulagsbreytingar. Því að ef það gengur eftir og við getum náð meiri þjónustu fyrir þá fjármuni sem við erum með núna, að þá segir þessi sjálft að þá er minni þörf fyrir slíku. Já, en það vita það allir þetta fyrsta skrefið. Þú átt eftir að þurfa að standa í blóðugu niðurskurði eftir ár og jafnvel eftir 2 ár ef þú verður áfram heilbrigðisráðherra. Það er nefnilega eina ástæðan fyrir því að við erum að fara í þetta núna vegna þess að nákvæmlega þú ert að draga saman útgjöld með þessum hætti að þá nýtist það til langstíma. Flatur niðurskurður, svo ég útskýri það, hann er til skamstíma og við þurfum að helst að fá þá fjármuni einhvern veginn tilbaka. Ef við ná árangri í rekstrinum að þá, og það er áætlanir sem við erum uppi núna, að það skila meiru árið 2010 heldur en 2009. Já, en þú getur samt ekki stillt þessu upp eins og þetta sé ykkur allsherjar töfralausn og það bara verði til peningar bókstaflega við þetta vegna þess að þú stendur frammi fyrir því eftir ára og þau eru aftur að skera niður og jafnvel enn meira heldur en núna, er það ekki? Það liggur alveg fyrir og allir vita að við erum að fara í gegnum þannig skeið við Íslendingar
við erum að skila núna fjárlögum með halli upp á 150 milljarða króna. Bara vaxtagreiðslan svona gróft af því 7,5 milljarður. Það er meira en rekstrarkostnaður heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og spítalans og Akureyri. Já, þess vegna hlýtur niðurskurðurinn að verða ennþá blóður í Guðlaug. Hvar verður hann? Þess vegna erum við að reyna að koma í veg fyrir það og það er verkefni sem við erum að fara í og leggja upp með, er að reyna að koma í veg fyrir nákvæmlega það sem þú ert að lýsa. Því að við erum öll sammála um markmið. Við viljum hafa hér heilbrigðisþjónustu fyrir alla og sama hvar þeir eru á landinu sem allra besta og við viljum að kostnaðarþátttaka þeirra sem njóta þjónustuna sé eins lág eins og við getum haft hana. En hún hlýtur að þurfa að verða meiri, er það ekki? Hún hlýtur að þurfa að verða meiri í þessum niðurskurði sem blasir við. Getur ekki bara viðurkennt það hér að þessi gjöld eigi eftir að hækka? Það sem ég er að segja þetta, það náttúrulega liggur fyrir fjárlög, það liggja fyrir okkar markmið hvað þetta varðar og ef þú skoðar þau, þá sérðu það að markmiðin sem við erum að setja er að reyna að halda þeim í lágmarki áfram. Já, það eru sumir gagnrýnt þessar breytingar á Sankti Jósefsspítala sem einhvers konar fyrsta skref í einkavæðingu og þá myndi það gerast þannig að þarna verið að færa skurðdeildina til Keflavíkur. Reykjanesbær vill taka yfir þessa heilbrigðisstofnun og vill að Róbert Wessman kom að einhverju leyti að rekstri skurðstofunnar. Það hefur Árni Sigfússon sagt. Er þetta það sem að þið viljið? Það sem við erum að gera einfallega í þessu, svo við tökum þarna þessar breytingar varðandi Kragaspítalana. Kragaspítalarnir eru spítalinn á Akranesi, á Selfossi, Reykjanesbæ, Sankti Jósefs og síðan höfum við verið að vinna í samstarfi við LSH að skoða það hvernig við getum fært verkefni þarna á milli til þess að hagræða og ná betri nýtingu fjármuna. Og það sem ræðið þarna að við erum með 5 skurðstofur, það er að segja skurðstofurnar á Reykjanesi, eina á Selfoss og 2 á Sankti Jósefs og erum að reyna að fækka þeim í 2 eins og til þess að ná betri nýtingu. Þessi spítali, allir þessi spítali að vísu er Sankti Jósefs, svona má segja svona að parti til enga rekin, en þessi spítali er í eigu hins opinbera og það stendur ekki til að breyta því á neinn hátt. Hins vegar hafa fjölmörg sveitarfélög og ég haft frumkvæði því að tala við sveitarfélögin, stærri sveitarfélög og að boði þeim að taka þátt í að reka heilbrigðis þjónustuna og hefur til dæmis Reykjavíkurborg, ég hef gert samninga við þá að færa heimahjúkrun þar yfir. En það hins vegar tekur langan tíma ef menn ætla að fara út í það og við tókum okkur 1,5 ára að ganga frá því við Reykjavíkurborg. En hvað gerist þarna á Reykjanesi? Vegna þess að þetta er það sem menn hafa áhyggjur af, vegna þess að það liggur fyrir, það er verið að flytja skurðdeildina þangað, það liggur fyrir að Reykjanesbær vill reka þessa heilbrigðisstofnun og taka hana yfir og það liggur fyrir að þeir vilja fá auðmann, Róbert Wessman, inn í rekstur á skurðstofu. Þetta er svolítið stórt skref með það heilbrigðiskerfi sem við þekkjum í dag, er það ekki? Það sem að liggur fyrir hvað þetta varðar er það að við erum að bjóða þeim aðilum sem hafa rekið lækningadeildina á Sankti Jósefs að taka forystu reksturinn varðandi skurðdeildirnar í Keflavík. Hvað með aðkomu Róberts Wessman að þessu? Hann kemur ekkert að því. Hann kemur ekkert að því? Nei. Hann hefur nú aldeilis verið nefndur í umræðinu og Árni Sigfússon segir á mbl.is Róbert Wessman sé inn í myndinni hvað var það skurðstofunar og rekstur þeirra? Jú, ég er bara ekkert búinn að færa þennan rekstur hvorki þarna en neins annan stað til neins sveitafélags. Nei, en þú ert að tala um að þið viljið að gera það. Þá getur þetta gerst. Það sem ég hef sagt er þetta, að við erum að opna á það og höfum gert það, stigið fyrsta skrefið, varðandi heimahjúkrunina í Reykjavíkurborg sem er gríðarlega stór þáttur. Ég hafði forystu það, hitti alla bæjarstjóra á höfuðborgarsvæðinu þarna núna í byrjun desember og bauð þeim að taka eða setjast niður og skoða varðandi sérstaklega heilsugæsluna og heimahjúkrunina. En það er ekkert annað sem að felst í því og það er ekki samningar. Hugnast þér svo hugmynd að ef að heilsugæsla eða heilbrigðisstofnun fer til sveitafélags og sveitafélagi fer síðan í samstarfi einkaaðila að það verða veruleika. Hugnast þér það sem aðstæði yfirmanni heilbrigðismála landinu? Núna er það þannig að það eru einkaaðilar sem reka 1/3 af heilbrigðisþjónustunni. Ef að þú ferði í salahverfi stöðina í Kópavogi að þá er hún einkarekin. Já, þarna erum við að tala um skurðstofu. Já, skurðstofurnar eru nú, og það er nú sömulegis einkareknað. Þannig að þið finnst það í lagi þá að Róbert Wessman komið að inn? Ég ætla ekki að tjá mig einstakling hvað það var. Akkur ekki út heilbrigðisráðherra? Býtu að ég fara að plokka út einhverja einstakling og ræða það hvað... Ég meina við erum að tala um heilbrigðiskerfið. Þetta er það sem að getur gerst ef þú ferð þessa leið. Sigmar, þetta er í gangi núna. Já. Hverju heldur að sé með orkuhúsið hérna niður á Suðurlandsbraut? Já, er þá ekki bara allt í lagi og þú segir okkur hvort að það sé í lagi að Róbert Wessman komi að þessu ef þetta verður að veruleika? Ég ætla ekki að fara að eyðileggja allan einkarekstur sem er í heilbrigðisþjónustunni í dag. Nei. Aldrei staðið til. Nei. Þannig að þú frekar fara víðar í þá átt og hvað með bara einkavæðingu?
einkavæðing eins og hún verið skilgreind, þar að segja að hafa þetta utan kerfis, það hugnast mér ekki. Nei. Þannig að þú leggur línuna við einkarekstur. Já, það sem að liggur alveg fyrir núna, og það hefur einkennt íslenska heilbrigðisþjónustu í mjög langan tíma og örugglega frá upphafi, það að einkaaðilar hafa verið mjög virkir þar. Hins vegar erum við sammála um það og það grundvallaratriði að það sé ekki verið að mismuna fólki eftir efnahafi eða öðrum aðstæðum. Og það stóra máli í þessu. Núna það þannig að þú ert með allskyns einkarekstur, lítinn og stóran í heilbrigðisþjónustunni og það ekkert nýtt. En það ekki verra eins og í þessu tilfelli þegar við erum að tala um Róbert Wessman að ákvarðanavaldið og stjórntækið komið frá þér yfir á okkur annarra manna hendur? Ertu ekki búin að missa ákveðið forræði og þar með búa til óvissu fyrir þá sem að vilja nota þjónustuna? Ég ekki búin að missa eitt einasta forræði. Nei. Bara ekki til dæminu. En það getur gerst með þessu? Já, það mörg ef í þessu, þar sem ég hef verið fyrst og fremst að vísa í þegar... Ég bara spyrja þeim svolítið stefnumótun. Stefnumótun þessi, að hún að fólk hefur almennt verið inn á því og við hefur verið fylgjandi og ágætis pólitísk sátt um það að nær þjónustan, eins og heilsugæslan, heimahjúkurinn og aðri slíkir þættir, að þeir geti farið vel saman með sveitarfélögum. Og það fyrstu skrefin sem ég stígi hvað það varðar. Nú, menn hafa, fulltrúar bæjarfélagana, hafa vilja skoða jafnvel fleiri þættir, nú þá setjast menn yfir það. En hins vegar það þannig að, eins og ég nefndi, að St. Jósefsspítali núna, að hann að stórum hluta, má segja að hann sé einkarekinn, eða það svona blandað kerfi í því. Já. Mér langar kannski að spyrja það að lokum vegna þess að núna stöndum við frammi fyrir þessu niðurskurði núna og á næstunni. Þessi niðurskurður ekki algjörlega skilgetið afkvæmi óstjórnar Sjálfstæðisflokksins í efnahagsmálum? Ert þú ekki að skera niður núna vegna þess að þinn flokkur hefur klikkað alveg agalega á efnahagsvaktinni? Það liggur alveg fyrir að við gerðum ákveðið mistök þegar að koma því. Ég held að við skulum ekkert horfa hjá því. Að vísjarum þannig ef við tökum yfir það heilt séð þá nú svo sannarlega þá ættu við, ef að mistökinni bara okkar, þá væntanlega verið það sem vel var gert, þá var það allt saman bara við líka. En ég ekkert að þræta fyrir það og get alveg sagt eins og að ég sá þessa hluti ekki fyrir. Og mér þykir það bara mjög miður og get beðið afsökunar á því. Mér þótti það bara mjög slæmt. En það hins vegar ekkert við því að gera núna. Núna erum við í þessari stöðu. Punkturinn kannski þessi, eru þið ekki búin að standa ykkur það illa í efnahagsstjórnum að það sé bara komið orðið tímabært að leipa ykkur öðrum að? Ég held að það sé lykilatriði núna. Þú ert skera niður í heilbrigðiskerfum út af þessu? Já, það liggur alveg fyrir. Alveg sama, hverjir eru við stjórnvölinn, að þá verkefni það að vinna okkur út úr þessu. Það algjörlega ljóst að það orðið mikið tekjufall og við þurfum að bregðast við því. Þetta því að þið grófuð hóluna sem verið dottin á honni að þið hjálpuð okkur upp úr nátt? Já, ég þarf nú kannski ekki alveg að taka svo stórt, það ekki alveg verið samanlega þessari útlistun, hún því miður ekki svona einföld. En ég held að þessi ágætt að við skoðum reynslu Norðurlandana sem var lent í ekki ólíkum hlutum. Það var ágætt að lesa viðtölin við Göran Persson sem kom hér, sem að fór yfir það, nákvæmlega hvernig að þeir lenti í þessu og hvernig þeir unnið sig út úr þessu. Og þar bendir hann einmitt á að það þýðir ekki að fresta því að horfast í auguvandan, menn þurfa að takast á honum, ef menn gera það rétt, að þá geta menn unnið sig hratt úr því og menn staði sterkar eftir. Og það til ég þessi verkefni núna. Já, Guðlaugur, takk fyrir komuna. Takk sem leiðis.